Ég heiti Skúli Júlíusson og mér langaði að segja ykkur frá nýjustu bók minni Gönguleiðir fyrir alla sem kom út núna í byrjun sumars. Árið 2016 kom út fyrsta bókin, Tindar og toppar, en hún innihélt gönguleiðir á 101 fjall á Austurlandi. Hún kom síðan út í enskri þýðingu árið 2019, en nýjasta bókin inniheldur einnig 101 gönguleið fyrir alla á Austurlandi. Þær eru vel dreifðar fjórðunginn, allt frá Hornafirði í suðri til Vopnafjarðar í norðri. Ég lagði einnig upp með að þær væru mjög fjölbreyttar. Þetta eru til dæmis leiðir gil og gljúfur, víkur og voga og fossa og hella og svo framvegis, ásamt fjölmörgum áhugaverðum náttúrufyrirbærum. Ég gerði einnig þá kröfu að búið væri að vinna eitthvað með leiðirnar og það væri búið að stika þær, setja upp einhver skilti, bílastæði og fleira í þeim dúr og vonandi heldur sú góða vinna áfram komandi árum. Bókin er þannig beygð upp að hver gönguleið fær eina opnu og þar koma fram tölulegar upplýsingar gönguleiðarinnar. Það er hækkun og vegalengd, göngutími ásamt ákjósanlegum stað til að hefja gönguna. Það er einnig kort af gönguleiðinni þar sem hún er teiknuð inn og örnefni í nágrenninu. Gönguleiðirnar þeim er einnig skipt upp í erfiðleikastig frá 1 til 5 og það er metið út frá göngulandi, hækkun og vegalengd. En fyrstu stigin, 2 stigin eru skilgreind sem fjölskylduvæn. Þetta á að hjálpa fólki við að velja gönguleið við hæfi sem er mjög mikilvægt atriði. Og í lýsingunni á leiðinni er lagt upp með að koma fólki á staðinn eftir vegakerfinu og einnig að benda áhugaverða staði á leiðinni. Til þess að taka tæknina aðeins inn í þetta er einnig hægt að skanna strikamerki, svokallaðan QR-kóða sem er á hverri opnu og þannig er hægt að nálgast GPS-feril leiðarinnar. Á nýrri símtækjum þarf að kveikja á þessum eiginleika en í eldri tækjum þarf að sækja þar til gert app. Í bókinni er einnig kafli ábyrga útivist, þar sem er farið yfir atriði eins og undirbúning ferða, klæðnað, búnað og næringu. En allt þetta mikilvæga atriði til að gera góða útivist enn betri og öruggari og eitthvað sem allt útivistarfólk ætti raun að tileinka sér. Á þessum rúmlega 4 árum sem liðin eru frá útgáfu fyrstu bókarinnar hef ég séð betur og betur hversu mikilvægar svona bækur eru við að aðstoða þá sem er að stíga sem fyrstu skref í útivist og fjallamennsku og í raun gefa þær líka hinum reyndari fleiri hugmyndir. Eitt að lokum, munum eftir að hlúa að okkur, það er aldrei mikilvægara en nú, njótum náttúru og útivistar á aðventunni. Takk fyrir mig.